Kristján, hvernig hefur þetta gengið hjá Keflavík í undirbúningunum í vetur? Það hefur gengið nokkuð vel, við æfum vel og kvartum ekkert yfir aðstöðunni hér en úrslitin í leikjunum hafa ekkert verið sérstök upp á síðkastið, frammistaðan misjöfn og það er kannski aðalega það sem við horfum á, það er frammistaða liðsins en hún hefur verið æði misjöfn, við erum að fá okkur mörk í upphæfi leikja og erum ekki að koma tilbaka nógu vel undanfarið, við byrjum árið mjög vel en þetta er svona vantar aðeins upp á núna. Hvernig ganga leikmannamál, hvernig gengur að púsla saman liði? Það er það sem er aðeins að taka tíma núna. Við erum með marga leikmenn frá, bæði þá sem eru hérna heima og síðan og eftir að hitta útlendingana sem við hittum í apríl. Það er sérst að koma útlendingar sem þið ætla að hitta í æfingaferðinni? Já, það er 2 leikmenn sem við hittum þar og sem við verða með okkur í sumar og við höfum alveg eftir að spila þá inn í hópinu og það tekur mánuð, þannig að það er mánuður sem við höfum fram að fyrsta leik í móti og æfingaferðin verður mjög mikilvæg fyrir okkur. Hvað getur þú sagt mér þessa útlendingar sem er að koma þar, hitta ykkur þar? Já, Kíka og Insa er hafsend, spila vörn og hörkunagli alveg, góður leikmaður og kemur til með að styrkja okkur og svo er það Samuel Hernández, hann spilar margar stöður, hann er örfættur, spilar bakur, hafsend, miðja og hvað sem er og báðir mjög góðir leikmenn og góðir persónuleikar. Hvað er það sem að þú vildir helst gera í styrkingu á liðinu fyrir næsta tímabil? Í viðbót við þessa 2 þá höfum við talað um það að við vildum kannski hafa aðeins stærri hóp til þess að taka við áföllunum sem að dynja á yfir sumarið en við þurfum kannski, núna erum við orðin nokkuð þéttir í varnarleiknum eða varnarlínu og kannski þyrftum við að skoða hvort við getum búið til einhverja breyti í sóknarlínu. Er eitthvað svona að koma þér á óvart í vetur? Er að koma einhverju ungi peyjarinn sem við vitum ekki um? Já, það getur verið. Það var margir fengið tækifærið. Það sem við höfum lent í meiðslum og mist menn svolítið úr og sérstaklega þá í varnarlínu og útlendingarnir ekki komnir sem eiga fylla ákveðnar holur. Þannig að það ungi leikmenn fengið sénsinn og það eru spennandi strákar á leiðinni. Spurningin er bara hvenær þeir blómstra og hvenær þeir taka næsta skref. Þeir eru nokkri sem eru mjög stutt frá því að verða góðir leikmenn í meistaraflokki og í úrvalsdeild. Við höfum séð á all nokkra og til dæmis maður á kannski ekki að vera að pikka einn og einn en þeir eru þarna 3-4 sem hafa staðið sig virkilega vel og 1-2 að þeim geta spilað eitthvað í sumar og ef að það telst að halda jafnvægi í leikmannahópnum fyrir næstu 2 árin þá verður þetta spennandi. Það er mörgum umhugað stöðu liðana í dag, hvaða þarf að vera að kaupa mikið af leikmönnum. Hvernig metur þú svona stöðuna í Keflavíkurhópnum af þeim leikmönnum sem eru hérna á svæðinu? Góð spurning vegna þess að nú erum við erum með 16 leikmenn eldri en 20 en af þeim eru 4 eða 5 sem eru eldri en 30 og það er ekkert langt þangað til að 2-3 af þeim leggja skóna á hilluna og svo framvegis og síðan er bil í svo árganginn sem er 20 ára og yngri. Við erum með 2-3 leikmenn á bilinu 20-30 þannig að það þarf að hugsa núna fram í tíman og skoða þetta hvort það þurfi ekki að sækja leikmenn á þessum aldri 25-6 ára til þess að hjálpa þessum ungu strákum sem er síðan að koma inn og er að fara að taka við af þeim eldri. Þannig að það þarf aðeins að hugsa það fram í tíman og sjá hvort við getum það ekki. En til þess þá þurfum við að vera aðlaðandi og þá þurfum við að finna leiðirnar til þess. Hvað gerir þið til þess að vera aðlaðandi? Menn horfa náttúrulega alltaf í það að árangur sé úrslit og góð úrslit leikja og ég held að það sé eiginlega aðalleiðin að við fáum fleiri og betri góð úrslit og komumst ofar í deildina og við talum ekki um Evrópusæti, þá er það náttúrulega besta leiðin. Hvaða möguleika telurðu liðið hafa í sumar? Hefur eitthvað tilfinningu fyrir því á þessum tímapunkti? Í dag þá erum við mjög svipaðir bara og við erum undanfarin ár. En við höfum mánuð til þess að gera eitthvað í því og spurðu mig aftur þegar mótið byrjar, þá hef ég skýrari mynd af því en við þurfum að vinna vel í okkur málum núna næstu vikurnar og eins og ég sagði áðan að utanlandsferðin verður mikilvæg. Og það er sem sagt, þið eru búin að vera að keppa í einhverjum vetrarmótum og eru það að klára eitt núna?
Já, við erum Lengjubikinn að klárast, við erum einn leik eftir þar á móti Íslandsmeisturunum á laugardaginn. Ef okkur tekst að ná sigur þar, þá erum við svona á pari við það sem vorum að gera í fyrra, fengum 11 stig úr mótinu í fyrra, myndum fá 10 stig ef við vinnum á laugardaginn. Ef það er ekki, þá erum við eftir á, þá erum við í mínus og þá vitum við það að við þurfum að gera eitthvað meira núna þennan 6. mánuð fyrir mót. Er ekki svolítið lúxus að vera með Reykjaneshöllina? Jú, það er það sjálfsögðu og framsýnir menn sem settu þetta verkefni í gang á sínum tíma. Mikilvægt er að viðhaldið sé gott. Það hefur brunnið við að bæjar yfirleitt, ekki bara hér eða bara yfirleitt það sem gervigras eða plastvöllur að menn hafa talið að það sé mikið ódýrari kostur en þá hafa oft menn dottið í það að hafi ekkert viðhaldi verið á þeim og þá er mjög auðvelt að hafa engan kostnað ef maður gerir ekkert við hlutina sem síðan þarf að skipta út að endanum, þannig að það þarf að hugsa vel um þetta. Hefur trú á því að þessi hús, þetta var nú fyrsta fjölnota húsi á Íslandi, hefur trú á því að þetta hafi haft mikil áhrif á íslenska fótbolta? Já, þetta hefur haft mikil áhrif. Nánast öll liðin fóru út úr íþróttahúsunum og yfir í þessi hús að einhverju leyti og síðan í framhaldi voru byggðir plastvellir úti og þetta hefur skipt miklu máli að allt öðru sem fótbolti sem átt að æfa 11 mánuði á ári heldur en áður. Eru íslenskir fótboltamenn komnir með meiri tækni heldur en voru kannski áður? Já, það er meiri tækni og einhverjum hluta meiri leikskilningur og eins og segja hægt að æfa meira, sendingarnar á spyrnurnar og allt þar fram eftir og það sem við höfum verið góðir í að búa til góða einstaklinga. Þess vegna hefur við góð landslið þótt að félagsliðin séu ekkert mikið sterkari en voru og ekkert að ná mikið betri árangur í Evrópukeppninni en samt þó að það er aðeins betra en undanfarið. En við höfum verið að búa til mjög góða einstaklinga á þessum árum og það hefur skilað okkur í mjög góðum landsliðum.